Hæ. Það er ótrúlega til þess að hugsa að það eru að verða 3 mánuði síðan ég byrjaði þessa vegferð mína hérna með þessa rás mína Maja og bakari. Ég setti mér ákveðið markmið í upphafi og hérna það var að pósta vikulega, koma vídeo vikulega, ná 1000 áskrifendum á árinu og reyna að bæta gæði vídeóna eins vel með frekastur und á sem ódýrastan hátt að sjálfsögðu. En á þessum 3 mánuðum er ég vonandi núna næstu daga að detta í 500 áskrifendur og er ég einhver ævinlega þakklátur fyrir þessa frábæru móttöku sem ég hef fengið. Þetta hvetur mig áfram. Ég gera skemmtilegt og fræðandi efni. Ég verð að fá að nefna nokkur nöfn í þessu sambandi sem hafa verið sérstaklega hvetjandi og þar verð ég að sjálfsögðu að byrja á að þakka konunni minni til 36 ára, Jóhönnu Ingimarsdóttur, fyrir alla hennar þolinmæði og stuðningi gegnum þessa vegferð. Takk ástu mín. Svo langar mér líka að þakka yndislegum vinum okkar Sædísi og Pétri Bauer sem búa í Texas fyrir þeirra óendanlegu hvatningu og stuðning. Og síðast en ekki síst, Jón Jakob Jóhannesson, meistari minn og mentor. Þegar ég var að byrja mín fyrstu skrifi að læra þessa inn. Takk kærlega Lon minn fyrir þína hvatningu og stuðningi gegnum þetta allt saman. Svo er ég að nefna líka hérna Facebook-hópinn Súrdegið sem er einstakur. Þar er hægt að fá svör við hverju sem er varðar súrdeg. Hvatning í minn garð þar er ómetanleg og takk súrdegsbakarar. Þakka öllum þeim sem hafa hvatt mig áfram í þessu öllu saman og þá sérstaklega ykkur áskrifendur sem ég met svo mikils og er svo afar þakklátur fyrir. Takk kærlega öll sem eitt. Í dag ætla ég að sýna þér hvernig á að gera súrdegsspeglur. Er þetta ekki girnilegt? Ég ætla að skella mér í galan, kem svo aftur. Speglur, súrdegsspeglur, gott fólk. Hvorki meira né minna. Ég er hérna með það sem ég ætla að setja í speglurnar og það eru nokkur atriði sem ég ætla að koma þess að eftir. Ég ætla aðeins að fara yfir það sem við erum með í þessu. Ég er með hérna 1 matskeið af olíu og við skulum hafa það einhvers konar grænmetisolíu, ekki ólífuolíu eða extra virgin. Svo er ég með 1 matskeið af púðusykri, 1,5 teskeið af salti, 200 grömm af súr, 400 ml vatni og 750 grömm af brauðhveiti og nota bene brauðhveiti, bláa kornaxi eða Manitoba kanadíska hveiti sem fæst í Costco. Og þetta set ég bara í hrærivelina. Við þurfum að passa upp á það að spegludegi sé sæmilega stíft. Það þarf að vera vel stíft svoleiðis að þetta gangi nú allt upp eins og það á að gera. En ég ætla bara að skella þessu hérna í hrærivelina og eins og alltaf, af því mér finnst þú skemmtilegt að sjá þegar súrinn flýtur á vatninu, því að þá veit ég að hann er alveg blússandi klár í það að gera gott brauð fyrir okkur. Og ég ætla bara að smella súrnum hér út í vatnið. Ég vona að toppmyndavélin sé að sýna þetta fyrir okkur. Jú, hún er að taka þetta vel. Þannig að súrinn fer bara út í vatnið. Og eins og alltaf, þá flýtur hann á vatninu. Og þetta er að mínu mati, þá er þetta rosalega mikið atriði hvað varðar virkni þessa náttúrulega gers sem er í þessum súr. Að hann fljóti á vatninu, það gefur alltaf betra brauð. Ef hann sekkur og er þannig þá verður brauðið þyngra og það er lengur að hefast og lengur að koma. Prósessin verður öllu miklu lengri. En með þessu þá verður prósessin mjög eðlilegur, svona eðlilegur tími. Þannig að hérna bara smá punktur frá mér. En
Síðan setjum ég bara hveitið. Já, og eins og ég hef sagt áður reyndar, en ég ætla að segja það aftur, saltið fer aldrei með súrnum og í þessu tilfelli olían fer ekki heldur með súrnum og sykurinn hefði mátt fara með honum en skiptir ekki máli. Þannig að þetta bara fór allt í hrærivéla skálina. Svo tek ég bara krókinn og set hann í þetta og hnoða. Sem sagt, við hnoðum þetta deig. En nú þarf ég að fylgjast með, vatnið fór allt í og svo er ég með súr líka, þannig að það gæti verið að þetta deig yrði of blautt til þess að geta kallast speikludeig. Þannig að við sjáum bara hvernig þetta fer þegar þetta kemur saman. Ég hafði smá áhyggjur af því að ég náttúrulega er með súr í þessu, samkvæmt þessi uppskrift sem ég er búinn að hnoða saman úr mörgum áttum. Gerðu flest allar ráð fyrir instantger. Þannig að ég hélt kannski að það yrði of blautt. Ég bætti í þetta svona cirka matskeiða hveiti og til þess að fá það örlítið stífara. Og svo við leyfum þessu bara að malla í einhvern tíma. Já, það er betra að hafa hraðan ekki mjög mikið inn á hrærivélinni. Það sem að deigið er töluvert stíft og það er svolítið átak fyrir vélina að hnoða þetta. En þetta getur gert í því höndum ef þú ert rosalega sterkur. Þá er það að þú sterk. Þá er það ekkert mál. En mér finnst þetta þægilega. Nú er deigið búið að hnoðast í rúmlega 3 mínútur, 3-4 mínútur cirka, frá því að það kom saman. Og það er orðið vel slétt og lítur mjög vel út, þannig að ég ætla bara að slökkva hrærivélinni og taka þetta úr. Þannig að svo er ég búinn að setja olíu í skál sem ég ætla að láta deigið standa í. Og ég tek þetta bara svona saman lauslega, reyna að vera mjúkendur þannig að ég rífi það ekki mikið. Og við bara skellum þessu í skálina, setjum sem sagt filmu yfir og látum það standa í klukkutíma áður en við byrjum að deila því niður í réttar stærðir fyrir beiglur. Þannig að ég kem bara aftur þegar að þetta er búið að standa í klukkutíma. Þá er deigið búið að standa í réttum rúma klukkutíma í þessari fínu skál hérna. Og nú ætla ég bara að ná í viktina mína. Hún er hérna í skúffu, ég átti náttúrulega að vera búin að ná í hana. Þetta er bara svona. Höfum kveikt á henni, það er betra. Svo tek ég bara deigið úr skálinni hérna. Og gerir svo mikið við það, bara að setja hérna á borðið. Og svo byrjum við bara að vikta þetta niður. Og ég ætla að hafa hverja beiglu cirka 70 gram. Þannig að það verða ekkert svakalega stórar, en svona meðalstórar. Og þetta er nú bara svona dúllir í. Og á meðan að ég er að dúlla mér í þessu, þá ætla ég bara að leyfa ykkur að hlusta á góða músík og setja þetta á full speed. Það var ein lítil í restina og nú tek ég þetta bara og rúlla þessu upp eða gerir kúlur úr þessu
og ég geri það svona með báðum höndum bara á borðinu, en fyrir þá sem hafa ekki lært það, þá hægt að gera þetta bara með því að brjóta þetta svona undir, bara í og gera úr því kúlu svoleiðis. Það líka hægt að hafa þetta í lóanum, búa til svona krumlu og snúa bara í hringi. Þá verður þetta svona líka, það hægt að fara ýmsar aðferðir í þessu, en ég bara kann þetta og er fljótastur að gera þetta svona. Já, einmitt. Ég er fljótastur að gera þetta svona. Langfljótastur. Það er engin svona fljótur. Þetta átti náttúrulega að vera að ég er fljótari að gera þetta svona. Svona. Einhver kann að spyrja af hverju bara rúlar þessu ekki beint í beglur, bara beint í lengjur og býr til beglurhúsu. Það er vegna þess að ég vigta þetta og það eru í sumum þeirra fleiri en eitt stykki og ég vil að það komi vel saman, að það sé ekki einhver skil á milli þegar maður fer að vinna þetta. Það er ástæðan fyrir því. Já, svo set ég bara plastpoka yfir þetta og leyfi þess að hvíla hérna bara, þetta þarf ekki nema 10 mínútur kannski til þess að slakna aðeins og svo byrjum við að gera beglur. Kem aftur eftir smá. Þá er þetta búið að vera hér á borðinu hjá mér í svona cirka 10 mínútur. Aðeins að slakna og nú komið að ég að móta beglur úr þessu. Og svo byrjum við að móta beglurnar og við gerum það er hægt að gera það á tvenna vegu. Fyrsta lagi þá getum við bara rúlla þessu svona upp og búið svo bara til lengju úr því. Og þessi lengdin á henni fer náttúrulega bara eftir í hversu stórar þau vilja hafa beglurnar. Svo vef ég þessu svona utan hendina og setja samskeytin svona inn í lóan og rúllið yfir. Þá eru komin hér þessi fína begla. Ef ég rúlla þessu aðeins styttra og set samskeytin hérna í lóan, þá bara það eina sem gerist er að hún verður örlítið minni. Og svo er það náttúrulega hvers og eins hvort það vill hafa hana svona mjóa í samskeytunum. Það er hægt að rúlla þessu líka þannig að þetta verði alveg eins eins allan hringinn. Svona. Þá er þetta svipað breytt allan hringinn og þessi aðeins minni. Ok, hin aðferðin er að taka kúluna aðeins og fletja hana örlítið út og gera bara gat á hana. Gera gat í miðjuna, bara með puttanum og fara svo í hringinn með fingurna og svo þegar gatið er orðið svona sæmilega stórt, þá getið þið farið að gera svona smá rúll til þess að fá þær alveg kring þetta. Það verða svolítið ójafnari þegar maður gerir þetta svona, en þetta er önnur aðferð. Þá eru engin samskeytin, en það sjást ekkert samskeytin í þessari aðferð sem ég byrjaði á. Alls ekki. Þannig að nú ætlum ég bara að smella þess á plötuna og setja allt á fullt og þið hlustið á tónlist.
Svona. Það allar beiglurnar komnar á plötur. Það er bara 2 plötur sem ég er með hérna. Og svo setjum ég plast yfir þetta og læt það bara standa hérna á borðinu. Klukkutíma, 1,5, það fer bara eftir í hversu súrinn er fljótur. Þetta það eru svo margar breytur inni hérna sem að eins og við vitum sem að skipta máli, hitastigið inni og hitastigið á deginu og voru plöturnar kaldar eða volgar þegar þær fóru á og svo framvegis. Þannig að við gefum þessu bara þann tíma sem það þarf og ég kem aftur þá. Sjáumst. Þá eru beiglurnar tilbúnar. Búnar að vera í hefingu í svona 2 tíma rúma. 2,5 sennilega. Og það sem við byrjum á núna, gerum núna, það er að við setjum þær hérna í sjóðandi vatn. Og það sem ég gerði var að ég setti svolítið af lyftidufti út í vatnið. Og það er bara til þess að fá svona smá lit þegar við bökum það svo. Ég kem ekki nema 4 í þennan pott í einu, þannig að ég læt það bara liggja á hvorri hlið í svona cirka 45 sekúndur, 1 mínútu áður en ég sný og setjum þetta svo bara aftur á plötuna og síðan setjum við eitthvað ofan á. Ég kem betur að því eftir, ég ætla að sjóða þær núna og svo þið fylgist bara með hvernig þetta gengur á ofurhraða. Það eru 2 síðustu beiglurnar komnar í pottinn og ég hef þar í 45 sekúndur cirka, ég tek nú ekki tíman en ég hef verið cirka 45 sekúndur á hvorri hlið en maður sér það nokkuð vel þegar það eru og finnur það svona með spaðanum. Mér finnst betra að nota spaða sem eru að nota tangir. Það sem ég geri núna er að ég ætla að setja svona smávegis ofan á þær. Ég er með sesam og svo er ég með svona gróf korn, sömu korn ég notaði í fjölkornabrauði. Það er svona blöndu alls konar korn og þær eru náttúrulega eftir að vera búnar að vera í vatninu þá er það svona raki í á þeim ofan á þeim. Þannig að maður getur bara svona dreyft sig yfir svona lauslega á hverja beiglu, það ætti að festast. Svo setjum við sesam. Setjum hérna sesam og nokkrar. Og svo ætlum við að hafa eina plötuna bara alveg clean and simple. Svona. Svo er þetta bara í ofninn. Bökum þetta á 200 gráðum í cirka 15-20 mínútur. Ég segi eitthvað betur frá því og eftir, en þetta fyrir í ofninn núna. Þá er þetta búið að bakast í ofninum. Ég er búinn að taka hérna aðra plötun út, hún var aðeins fyrir að bakast. Og hér kemur hin platan með kornunum á. Og þannig líta beiglurnar út eftir bakstur. Við náttúrulega vitum það öll að beiglur eru skemmtilegur réttur. Skera í sundur og setja alls konar álegg á það. Fólk er að setja rjómaost og ég veit ekki hvað og hvað. Alls konar álegg. Þetta er bara spurning hugarflug. En
Að því sögðu þá líka spurning hugarflug með svona begludeig. Það hægt að gera ýmislegt fleira heldur en bara svona hvítt venjulegt deig. Þið getið búið til kanil og rúsínu beglur með því að setja bara kanil og rúsínur að sjálfsögðu í deigið. Og svo framvegis, það væri hægt að gera grófkorna með því að setja svolítið fræ í þau eða pínlítið að rúmili eða heilhveiti eða einhverju slíku. Þetta bara spurning að láta hugan reika og vera svolítið frjór í því að láta sér detta eitthvað í hug. En allavega þessar beglur eru náttúrulega bara hvítar eins og þið vitið. Og ég ætla að skera þær í sundur þegar þær eru orðnar kaldar og setja eitthvað gómsætt á þær og ég leyfi ykkur að sjá þegar ég er búin að því. Takk fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn.